kynferðislegu ofbeldi og kynferðislegri áreitni í íþróttum sem að Íþróttabandalag Reykjavíkur gaf nýlega út. Birta, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir frábæra ráðstefnu. Ég bara búin að fá gæsahúð nokkrum sinnum, mér finnst það bara geggjað. Ég ætla aðeins að fá að tala vinnu IBR í málaflokknum ofbeldi og áreitni í íþróttum. Nýlega í fyrra gáfu út siðareglur, sérstakar siðareglur IBR gegn kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi. Ég mun fara svolítið vel yfir þær hérna á eftir og ég hvet öll íþróttafélög til að taka upp þessar siðareglur, láta þjálfara, starfsfólk og iðkendur skrifa undir. Síðan byggum við til bækling sem búið að vera í vinnslu lengi og í honum eru verkferlar og leiðbeiningar sem að komu til góðra nota í þessum málaflokki. Við gerum sérstakt skráningablað fyrir íþróttafélögin, þannig ef uppkom eitthvað mál, sama hvers eðlis þau eru, einelti, andlegt ofbeldi eða hvað sem að þá eiga þau að skila þeim inn til okkar svo við getum haldið utan fjölda og eðli mála. Og síðan í lok 2020 fórum við einnig með kynningar inn í íþróttafélögin í Reykjavík, þar sem við kynntum allt þetta efni, fórum vel yfir hvað félögin að gera við uppkoma mál og hvert þau að fara til að fá aðstoð. Við höfum verið að halda mikið af ráðstefnum og vinnustofum. Við reynum að halda alltaf 2 á ári, einu svona önn og við erum búin að vera með hérna eru íþróttir, leikvangur og ofbeldis, vinnum gegn því, síðan í kjölfarið því hérna á RIK 2019 vorum við með vinnustofu með sama titli, fengum aftur til okkar Hávard Öfregard, sérfræðing frá Noregi í þessum málaflokki í september. Í janúar 2020 jafnrétti barna og unglinga í íþróttum. Við ætluðum að hafa í október en því var frestað út af dálitlu, eins og þið vitið. Og síðan þessi ráðstefna núna í dag, íþróttir eru fyrir alla. Markmiðið hjá okkur að vera með ráðstefnur og vinnustofur allavega einu sinni önn því við finnum eftir hver einustu ráðstefnu eða vinnustofu koma inn fullt af málum til okkar. Bæði iðkendur sem koma með mál til okkar eða foreldrar og svo líka íþróttafélögin sem koma, hey, við kannski syntum þessu mál ekki nógu vel, getum við fengið eitthvað aðstoð hjá okkur sem er bara frábært. Við höfum sett á fót faghóp og fengum sérfræðinga til að vinna með okkur sem að koma til okkar. Þannig í hópnum okkar félagsráðgjafi, lögfræðingur, sálfræðingur og kynjafræðingur. Við lítum á þessu aðalega sem einhvers konar fyrstu hjálp og IBR greiðir fyrir 1-4 tíma af þessari fyrstu hjálp. Reynslan hefur sýnt okkur að þegar við grípum inn í strax tekur styttri tíma að leysa málin og setja þau í farveg og við viljum ekki að íþróttafélögin séu sjálf að grípa inn í. Í mál sem eru viðkvæm þurfum við strax að senda inn sérfræðinga og þá það þessi sérfræði aðstoð IBR. Við erum einnig að senda mál, til dæmis eineltismál á æskulýðsvettvanginn og mál á samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsfólks. IBR, eins og ég sagði áðan, greiðir fyrir þessa þjónustu sérfræðingana. Við viljum ekki að þolendur eða íþróttafélög sleppi því að segja frá eða tilkynna vegna hræðslu við einhvers konar kostnað við að borga sálfræðing eða þess háttar. Þannig ef ég gef til dæmis bara upp dæmi, ef að íþróttafélag þarf að kemur upp einhver kvörtun frá foreldri, þarf að setja fund, þá sendum við inn til dæmis félagsráðgjafa, setjum fund með íþróttafélaginu, setjum fund með foreldrum og iðkanda, kemst að einhverju sameiginlegri lausn, heldur svo fund saman og oftast þá að leysa flest mál bara mjög fljótt og farsællega. Íþróttafélög eru svolítið eins og ein stór fjölskylda, þannig að við viljum, og það er svo mikil tengsl á milli aðila, þannig við viljum alls ekki að þessi verið að vinna þessi mál innan íþróttafélagsins. Þess vegna viljum við bara koma með þetta inn til okkar og við sendum inn fagaðila og já, þannig að engin tengslar, engin foreldrar í stjórnum sem að fara að vinna með mál sem sagt barna sinna eða eitthvað svoleiðis. Já, síðan gáum við út bækling og hann inni á ibr.is/siðamál, bara ofbeldi í íþróttum, þar eru allar þessar upplýsingar. Bæklingurinn á norskri fyrirmynd, við fengum leyfi til að þýða bæklinginn en svo aðlögum við hann að íslenskum aðstæðum og löggjöf. Við byggum síðan til verkferlana út frá bæklingnum og þetta eru í rauninni einu verkferlarnir sem eru svona ítarlegir þessi mál. Það voru mjög margir aðilar sem koma að þessari vinnu með okkur og sem við leitum ráða hjá. Ég ætla að fá að nefna siðamálanefnd IBR, Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkur, ITR, ISÍ, UMFÍ, æskulýðsvettvangurinn, embætti landlæknis, lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, Barnavernd, Blátt áfram, Hafdís Inga Helgudóttir, Hinriksdóttir félagsráðgjafi og Þorbjörg Jónsdóttir lögfræðingur.
Þannig að þetta samstarf skipta okkur gríðarlega miklu máli og gefa okkur mjög mikið. Bæklingurinn og verkfallarnir eru aðgengilegir á heimasíðu IBR og við erum búin að fá fullt af styrkjum til þess að gefa hann út á prenti og einnig að fara með veggspjöld og viljum setja þau öll íþróttahús í Reykjavík. Ég ætla að renna aðeins yfir kaflana í bæklingnum og þetta fyrsti kaflin er öruggt íþróttaumhverfi fyrir alla. Það er mjög mikilvægt að öllum líði vel í íþróttum og við viljum ekki að neitt sé að verða fyrir áreitni í íþróttum. Það er á okkar ábyrgð ríkis, sveitarfélaga, íþróttafélagana að stuðla að öryggi þeirra sem iðka íþróttir og þeirra sem koma að starfinu sem sjálfboðaliðar eða launaðir starfsmenn. Ofbeldi er refsivert, við vitnum í hegningarlögin og barnaverndarlögin þar sem okkur er skylt að tilkynna til barnaverndar ef við fáum mál sem að varða börn til okkar. Síðan er líka samkvæmt íþróttalögum þá eiga félögin að afla sakavottorð því það er óheimilt að ráða til starfa aðila sem hlotið hafa refsidóma fyrir kynferðisbrot eða ávana- og fíkniefnabrot. Við erum í vinnuhóp með ISÍ núna þessa dagana og erum að vinna í nánari útfærslu á þessu sakavottorðamáli. Hérna eru siðareglurnar okkar. Þetta eru 8 reglur, fyrstu 2 eru kannski smá auðbrjótanlegar en það er svolítið gert viljandi. Þannig að númer 1, komdu fram við alla virðingu og forðastu öll samskipti, athafnir eða hegðun sem gæti sært eða móðgað. Svolítið auðbrjótanlegt að maður getur alltaf óvart komið fram við eitthvað sem hann upplifir að sé særandi eða móðgandi. Sama með númer 2, forðastu líkamlega snertingu sem gæti valdið vanlíðan eða óþægindum. Oft eru líkamlega snertingar í íþróttum og þá getur valdið vanlíðan eða óþægindum og þess vegna viljum við vekja athygli á þessu að fólk ef það upplifir þetta að geti komið fram og sagt frá. Ég upplifi hérna brot á siðareglu númer 2 og ég vil fá okkur aðstoð og ræða þetta því oft þarf einhver einn til að koma fram en þá er kannski 10-20 bakveðan sem þorði ekki að segja neitt eða fannst óþægilegt hvernig þjálfarinn kom við á eða eitthvað. Forðastu orðaskipti sem gætu verið túlkuð sem kynferðisleg, númer 3. Forðastu að segja eitthvað, grínast með eða láta í ljós skoðanir sem eru niðrandi varðandi kyn og kynhneigð annarra, númer 4. Númer 5, forðastu að vera eitt með iðkanda eða öðrum einstaklingi sem þú ert í valdastöðu yfir. Númer 6, haltu þig í faglegri fjarlægð frá iðkanda og öðrum aðilum sem þú ert í valdastöðu yfir. Sýndu ábyrgð í samskiptum, forðastu að eiga samskipti í gegnum síma og samskiptasíður á internetinu nema í tengslum við íþróttastarfið. Númer 7, forðastu ástarsamband eða kynferðislegt samband við iðkanda og öðrum aðilum sem þú ert í valdastöðu yfir ef að þú ert þjálfari, stjórnarmaður, starfsmaður, sjálfboðaliði í heilbrigðisteymi eða annarri valdastöðu. Svo erum við hérna 2 undirdálkandi þessu, hverskins kynferðislegt samneyti þjálfara við iðkanda sem er yngri en 18 ára er með öllu óheimil. Og númer 2, ef þjálfari á í ástarsambandi eða kynferðislegu sambandi við sjálfráða iðkanda skal hann láta framkvæmdastjóra formann íþróttafélagsins vita af því strax. Þannig að ef það kemur upp svo staða að ykkur, til dæmis þjálfari hefur beitt iðkanda kynferðislega ofbeldi og iðkandinn tilkynnir það til stjórnar eða til okkar, þá getum við skoða, tilkynnti þjálfarinn þetta til stjórnar að hann kemur fram og segir nei, þetta var allt, við vildum bara sofa saman, þetta var allt í góðu. Þá getum við sagt, nei, þú tilkynntir ekki til stjórnarinnar, því miður þá verður þú látin fara. Þannig að þetta eru svona bakaleiðir sem við getum farið til að losa okkur við það þjálfara sem við byrjum ekki traust til lengur eftir ásakanir. Og númer 8, misnotaðu ekki valdastöðu þína í kynferðislegum tilgangi. En þetta er sem sagt viðbót við þær siðareglur sem eru nú þegar til, bæði á ISÍ og UMFÍ og allstaðar sem maður getur bara bætt við og er þetta leið sem að Norðmenn fóru og hefur reynst þeim mjög vel. Síðan er í bæklingnum alls konar rannsóknir ofbeldi í íþróttum. Þá langar mig að taka fram hérna í rannsókn þar sem var rætt við 25 norskar afreksíþróttakonur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni kom fram að enginn þeirra hafði lagt fram formlega kvörtun eða greint frá því sem þær hafa upplifað. Sem þýðir að þögnunin er rosalega mikil ennþá í íþróttum en áhugavert við þetta er að eiginlega allar af íþróttakonunum höfðu samt haft samskipti við aðrar íþróttakonur og varaðar við því sem þær höfðu orðið fyrir. Þannig að tilkynntu það ekki en létu aðra vita. Því miður er ekki til mjög mikið af íslenskum rannsóknum en það er ein doktorsrannsókn í gangi núna hjá Önnu Soffíu Víkingsdóttur og ég hvet ykkur til að fylgjast með því. Síðan hafa rannsóknir sýnt að íþróttafólk af erlendum uppruna, hinsegin og kynsegin íþróttafólk, afreksíþróttafólk og fatlað íþróttafólk séu í sérstökum áhættuhópi yfir því að verða fyrir ofbeldi og áreitni í íþróttum. Og með afreksíþróttafólk
kannski hljómar skringilega að þau séu auknum líkur á að vera fyrir ofbeldi, en það er oft svo nálægt markmiðum sínum, þjálfarinn hefur svo mikið völd, það verður að gera það sem þjálfarinn segir, annars getur ferillinn verið ónýtur, þannig að þetta valda í ójafnvægi er að valda því. Svo er mikilvægt að hafa í huga að mörg tilfelli eru ekki tilkynnt og á það sérstaklega við brot gegn drengjum og körlum. Strákar eru miklu ólíklegri til að tilkynna þegar svona gerist, bara því miður. Síðan fleiri rannsóknir hérna að rannsóknir hafa sýnt að þar sem kynjahlutfall er jafnt er minna áreitni en í umhverfi þar sem kynjahlutfall er ójafnt. Þannig að jafnrétti, sama sem minni áreitni, sama sem minna ofbeldi. Það tengist allt og þess vegna er mikilvægt að vinna í öllum þessum þáttum. Síðan var stór alþjóðleg rannsókn gerð árið 2015, Out in the Fields, þar sem könnuð var upplifun samkynhneigðra og tvíkynhneigðra í hópíþróttum í enskumælandi löndum. Aðeins 1% af þáttakendum trúði því að samkynhneigðir og tvíkynhneigðir væru fullkomlega samþykktir innan íþrótta. 81% af þáttakendum hafði orðið vitni að homofóbíu eða orðið fyrir henni. Þannig að þetta eru svona meðal þeirra rannsóknar sem við vitnum í, en ég mæli með því að skoða bæklingin því að það er mun meira. Síðan erum við með kafla með forvarnir. Þá erum við að tala að við þurfum að laga menninguna. Allir sem taka þátt í íþróttum og íþróttahreyfingun í heild bera sameiginlega ábyrgð á því að þróa menningu innan íþrótta sem einkennist af virðingu og þar sem öryggi er í fyrirrúmi. Það er mikilvægt að sé heilbrigt umhverfi, að allir séu sammála hvað eigi að einkenna starfið, hvað er ætlast til af einstaklingum, hvaða gildum er verið að vinna eftir og reglum. Síðan þarf að vera fræðsla og umræða og einnig siðareglur og hegðunar viðmið og ekki bara nóg að sé til siðareglur og hegðunar viðmið, heldur að sé kynnt fyrir þjálfurum og iðkendum og í samningum sem skrifaðir undir. Svo ætla ég að tala hvað á að gera þegar mál koma upp, þegar kynferðislega áreitni eða ofbeldi á sér stað. Til að búa til betra umhverfi í íþróttum og koma í veg fyrir áreitni og ofbeldi er mikilvægt að einstaklingurinn sem verður fyrir ofbeldinu þori að segja frá. Þetta getur verið rosalega erfitt, sérstaklega fyrir börn og ungt fólk. Íþróttafólk sem getur verið hrætt við refsiaðgerðir, fundur fyrir óvissu, skömm og sektarkennd og það óttast líka við að því sé ekki trúað. Þess vegna er mjög mikilvægt að leggja áherslu á að ef grunsemdir vakna hjá einhverjum innan íþróttasamfélagsins kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi að sá hinn sami tilkynni það. Enginn á að þurfa að standa einn í þessum aðstæðum. Við erum sem sagt með þessa verkferla í bæklingnum og þetta er svolítið margþætt, þannig við erum með verkferlar fyrir íþróttafélag. Við erum með bæði leiðbeiningar fyrir íþróttafélag og verkferla. Þannig að leiðbeiningarnar eru til dæmis ef þú átt að taka á móti málum, hvernig þú átt að haga þér, taka öllum tilkynningum alvarlega, takk fyrir að segja mig frá, passa að spyrja ekki leiðandi spurninga og hvernig þú átt að vinna áfram með málið. Síðan kemur verkferlinn, þar kemur bara númer 1. Ef ég er með börn yngri en 18 ára, þá á ég að hringja í barnavernd og tilkynna og leita þar ráða. Síðan erum við með íþróttafélagi fyrir 18 ára eldri, þar sömu leiðbeiningar, hvernig þú átt að tala við þann sem var fyrir ofbeldinu og áreitninni. Síðan ertu bara með verkferli, númer 1 á ég að gera þetta, númer 2 á ég að gera þetta og númer 3 á ég að gera þetta. Mjög skýrt. Við í IBR erum líka með verkferla bara hvernig við sinnum málum hjá okkur. Og þetta er allt líka í bæklingnum. Síðan erum við með bara leiðbeiningar fyrir þá sem verða fyrir ofbeldi eða verða vitni á ofbeldi. Þannig að einstaklingar yngri en 18 ára, hvað þau að gera, við erum aðalega bara að vísa í leiðir fyrir til að aðstoða þau að segja frá. Þannig að með hugmyndir af hverjum getur sagt frá, fjölskyldumeðlimum, liðsfélögum, kennurum, hjúkrunarfræðingi í skólanum og svo framvegis. Og sama með einstaklingar fyrir 18 ára og eldri, þá erum við leiðbeiningar en þá er það bara fyrir fullorðna, Stígamót, Bjarkarhlíð og svo framvegis. Síðan erum við einnig með aðra leiðbeiningar fyrir aðra, þannig að ef ég sem foreldri er að horfa á einhverja íþrótt og sé að það gæti verið eitthvað skrítið í gangi þarna, hvað á ég að gera, hvert get ég leitað og svo framvegis. En sem sagt hjá 18 ára yngri ber okkur samkvæmt barnaverndarlögum til að tilkynna málið. Það er líka hægt að tilkynna til IBR eða æskulýðsvettvangsins eða samskiptaráðgjafa. Þannig að endilega, ef þið eru ekki viss, ykkur vantar ykkur ráð, hafið samband við okkur í IBR og við vísum ykkur áfram og hjálpum ykkur að leysa málið. Síðan er munurinn á 18 ára og eldri og 18 ára yngri er ef maður er 18 ára eða eldri þá þarf að passa að það má ekki taka hann aldrei fyrir hendur á þolandanum. Þú mátt aldrei ákveða að hringja í lögregluna nema með samþykki þolandans. Og það er svona helsti munurinn, en þegar þeir eru börn þá hringjum við strax og spurjum ekkert leyfi. Hérna er smá tölfræði þessi mál sem hafa komið inn til IBR á síðustu 3 árum. Við byrjum að taka við tilkynningum þá, eða við höfum alltaf tekið við, það var bara aldrei komin eitt inn, en við höfum byrjað að auglýsa þetta þá. Það sem er mest hjá okkur er kynferðisleg áreitni, 35%,
Síðan einelti, kynferðislegt ofbeldi og annað og þá aðalega svona andleg vanlíðan og svoleiðis sjálfsvígshugsanir ekki endilega kannski ykkur ofbeldismál og svo líkamlegt ofbeldi 11%. Þannig að þetta svona þau mál sem við erum að fá inn á borð til okkar. Svo langar mig bara að benda ykkur á líka núna á tímum COVID þá engir fyrirlestrar í gangi, þannig ég vildi bara benda ykkur á að við erum með ótrúlega mikið af góðu efni frá fyrrum RIG-ráðstefnum þar sem þið getið séð tölfræði ofbeldi í íþróttum á heimsvísu, þátttaka fatlaðra barna í íþróttum, jafnrétti til íþróttaiðkunar, áskoranir transbarna í íþróttum, kynjajafnrétti í boltagreinum og fólk af erlendum uppruna og svo framvegis. Þannig að ef þið eru í íþróttafélagi, endilega senda post á foreldrana. Hey, við ætlum að fræðast aðeins hinseginleika núna í þessar viku. Senda fyrirlestran okkur með. Þannig ég með linkana hérna og ég hvet ykkur til að fara inn á rig.is og finna þetta hérna undir ráðstefna. Síðan langar mér bara að segja að ef að þú þarft aðstoð, ef að þú hefur orðið fyrir ykkur, ef þú veist að máli eða veist ekki hvað þú átt að gera, ef þið hefur langað að tilkynna eitthvað en hefur ekki þorað því, bara endilega hafðu samband. Markmiðið með þessari vinnu að íþróttastarfið geti farið fram í öruggu umhverfi og börn, unglingar og fullorðnir óháð kynferði eða stöðu á öðru leyti geti stundað íþróttir og leita sér aðstoðar eða réttar síns vegna atvika og misgerða sem þar koma upp án ótta við afleiðingar. Þannig að bara please, segið frá, við viljum hjálpa og við munum hjálpa. Þannig hérna eru 3 mismunandi aðilar sem hægt að hafa samband við. Það er við hjá IBR, það er samskiptaráðgjafi íþrótt og æskulýðsstarf og það er líka æskulýðsvettvangurinn. Takk fyrir. Kæra þakkir Birta. Eru spurningar til Birtu? Það kemur hérna á netinu sem að ég ætla að lesa upp. Ég ætla nú kannski ekki að ég ætla að hafa þetta nafnlaust en það er svo sem hún undir nafni en hún segir hérna sæl, ég var lamin í handboltaleik, leitað til ISI, HSI og Bjarkarhlíð og mín reynsla af þeim var gagnslaus. Ég veit ekki, þetta er engin spurning. Það vil vita flestir í salnum sem að hlusta á þig af því máli og þessu fólki öllu alveg sama. En ég meina Ég bara hvet þessa mannsku til að hafa samband því að mér ekki sama og bara endilega hafa samband og við getum fundið fagaðilega til að vinna þetta með og við leysum þetta í sameiningu, finnum ykkur lausn. Gott mál, við gefum Birtu gott klapp. Annars þá langar mér bara að þakka fyrir þau ykkar sem sitja hér, þó að séu fleiri spritbrúsar en manneskjur og þau ykkar sem fylgdust með. Eins og Birta kom inn á að þá þetta náttúrulega allt tekið upp og þið getið nálgast efnið á heimasíðu RIG-leikana, rig.is undir ráðstefnur. Þannig að endilega ef ykkur vantar fræðsluefni fyrir eitthvert kvöldið að kíkja á þetta fyrir félagið ykkar eða tómstundastarf, hvað sem er. Annars þá bara takk fyrir.